Þegar við ætlum að finna heild í prósentureikningi, þegar við vitum prósentuna og hlutan, við erum alltaf að vinna með þessar 3 stærðir, þá vinnum við þetta út frá því ef að 10% er bara 5, hvað er þá 100%? Og ef ég veit að 10% er 5, hvað er þá 1%? Jú, þá þarf ég að segja 5 deilt með 10 til þess að vita að 1% er 0,5. Ég á að finna heildina, það er 100%, þá ger ég, af því þetta er 1%, þá hljóta 100% að vera sinnum 100, er það ekki? Það er 50. Þetta er svona örugga leiðin, en hún er pínu tímafrek af því ég þarf að gera mikið. Ég get líka farið bara beint og sagt 5 deilt með 0,10, ja 0,1. Af því að 10%, ef ég breyti 10% í tugabrot, 10% er sama 0,1. Það sem ég geri hérna er að deila með 100, þannig breyti ég prósentum í tugabrot. Og ef ég segi hlutin deilt með prósentunni, þá fæ ég heildina sem er 50. Ég fæ sömu niðurstöðu. Vandamálið með þessa aðferð er að þegar ég komi flóknar tölur þá gerur hún snúin. Þessi hérna aðferð er alltaf eins, en þeir eru báðar jafn góðar.